Góðan daginn. Gaman að fá að byrja hérna á fjarskiptarásinni. Ég ætla að tala nethlutleysi og hérna stafrænu dagskrá. Það nú gaman að vera hérna á UT-messunni. Ég var að rifja það upp hérna áðan að þegar ég var í Háskóla Íslands í tölvunarfræði 1980-83 þá skipulögðum við mikla tölvusýningu í Tónabæ sem hét Tölvur og hugbúnaður. Hún var næstum því jafn flott og UT-messan, trúið mér, allavega fannst mér það þá. Á þeim tíma var ég í fyrsta árgangnum sem ekki þurfti að læra gataspjöld þegar við vorum að læra forrita. Þetta var þáttið annar tími og mikið vatn hefur til sjávar runnið síðan þá. Þannig að mér datt í hug að byrja svona á smá hugleiðingu þessa, ég valdi orðið iðnbyltingu vegna þess að breytingarnar sem við erum að gangi gegnum núna, höfum verið undanfarin áratugi, í raun og veru svo miklar að það má jafna það við iðnbyltingu, þessar iðnbyltingar sem við höfum í mannkynssögunni horft á og hafa í raun og veru breytt verulega lífi mannkyns á jörðinni. Nú, það koma saman alls konar samvirkandi þættir, ég tel upp nokkra þarna á glærunni, sjálfsagt mætti bæta þarna við, en með þessum samverkandi þáttum þá magna þeir saman hvern annan og gera kannski kleift að fara ennþá lengra en hver og einn gat aftengdur hér fara fyrir örfáum árum, því að með aðstoð fjarskiptatækninnar hægt að tengja þessa þróun saman á heimsvísu. Nú, það kannski okkar hlutverk hér sem störfum í svona stjórnsýslu og þeir sem reka þessi stóru kerfi, að hugleiða hvernig getum við höndlað þau tækifæri sem af þessu leiða og jafnframt að minnka neikvæð áhrif. Nú, Evrópusambandið hefur lagt fram ákveðna heildstæða stefnumótun sem Evrópusambandið kallar hérna stafrænu dagskrá, the digital agenda. Hún byggir á 3 meginstoðum, 16 aðgerðum og það má kannski túlka þetta sem svar Evrópusambandsins við því hvernig á að takast á við þessa gríðarlegu þróun. Nú, þessar stoðir eru nefndar þarna og taldar upp á glærunni. Þær eiga að stuðla því að stafrænn evrópskur markaður verði einsleitur og án hindrana í viðskiptum. Afskaplega mikilvægt að tengja þetta yfir öll lönd, viðskipti yfir landamæri og svo framvegis. Nú, öðrulegi þá voru að hanna regluverk sem tekur mið af hraða tækniþróun og styður við uppbyggingu innviða. Og það kannski þar sem að í mínu starfi mest að vera, það verið að endurskoða fjarskiptalöggjöfina í heild, með áherslu á uppbyggingu næstu kynslóðarneta, þess að 50 kynslóðarinnar, á gigabitanet, uppbyggingu innviða og að þróa regluverkið í samræmi við þá þróun sem við höfum hér í umhverfinu öllu saman. Nú, það talað fjölmiðlalög, mjög mikið netöryggi, það var kynnt á UT-deginum, tilskipunin og síðan nethlutleysi sem ég ætla að tala hér svolítið eftir. Nú, þriðja stoðin er að tryggja þennan efnahagslega ábata fyrir alla, bæði evrópskan iðnað og atvinnuþátttöku almennings sem leiðir af þessum miklu breytingum sem við horfum á í okkar umhverfi. Nú, þetta mun leiða af sér fjölda laga á Íslandi og hefur í raun og veru gert það nú þegar. Við kannski horfum á það í samhengi við það að íslensk stjórnvöld hafa vissulega sett fram stefnur á ýmsum sviðum og þannig komið til móts við þessa þróun. Við þurfum að spýta enn í lófana hvað það varðar. Það til dæmis skilst mér stendur til að endurskoða fjarskiptaáætlun, það nú kannski það sem snýr að okkur hjá Póst- og fjarskiptastofnun og þessum markaði, en það eru fjölmargar aðrar stefnur sem við vinnum eftir. Nú, nethlutleysi, ég ætla þá að snúa mér alfarið að nethlutleyssinu. Við skulum hafa það í huga að náttúrulega internetið byggir á gamalli sögu þó að sé nú tiltölulega ungt. Þeir sem fóru af stað með internetið gerðu það á grundvelli ákveðinna
hugsjóna í háskóla og rannsóknarumhverfinu og þessi forsaga skiptir miklu máli í það að skýra hvaða menn að koma þegar þeir eru að tala nethlutleysi. Nú, síðan eftir að internetið verður í raun að veru drifkraftur þróunar viðskipta og þungamiðja þessara þróunar, þá verða afskaplega miklir hagsmunir í því hvernig internetið og netþjónustan þróast. Og þá segja menn, bíðum við skulum gæta að upprunanum og reyna að tryggja þessi gildi það að halda áfram að hafa samfélag sem getur skipst óhindrað á upplýsingum og þróast án þess að það sé endalaust settar einhverjar skorður af markaðsaðilum. Og það hættur sem að menn telja sig hafa komið auga á eru til dæmis það að verði til einhvers konar lagskipt internet, þar sem að þeir sem betur mega sín geta borgað fyrir forgang að internetinu og fengi betri þjónustu. Það hafa verið nefnd ákveðin dæmi það að fyrirtæki hafi borgað fyrir betri bandbreidd og hraðari pakkaflutning. Við skulum hafa það í huga að náttúrulega internetið pakkaskipt net og í grunninn það best effort. Það ekki eins og rásaskiptu netum hægt að tryggja þjónustu í venjulegri internetumferð þó þess að það sé hægt náttúrulega með ákveðnum tæknilegum útfærslum. Nú í öðru lagi þá óttuðust menn það að það væru settur upp ákveðnar aðgangshindranir fyrir nýsköpun og þróun og þannig að þeir sem væru búin að koma sér vel fyrir á internetinu, þeir getu lagt stein í götu þeirra sem vildu koma inn með ný þróun og hugsanlega þá velta núverandi aðilum úr sessi. Nethlutleysisregluverkið á að reyna stuðlað að það veri áfram opið. Nú í þriðja lagi og ekki síst það að internetþjónusturaðilar geti stýrt aðgangi neytenda. Það hægt að gera það með ýmsum hætti, til dæmis að þeir sem borga internetþjónustuaðilunum fái þá betri þjónustu, þeir fá hraðari tengingu eða slíkt. Og þessi atriði hafa verið mjög í umræðinni, til dæmis í Bandaríkjunum. Umræðan nethlutleysi mjög pólitísk. Obama beitti sér fyrir því að innleiða regluverk nethlutleysi og Tom Wheeler, forstjóri FCC, var vakandi og sofandi yfir því. Nú hefur Obama vikið fyrir öðrum manni, Trump, og hann hefur skipað annan forstjóra FCC, Ajit Pai. Ég veit ekki hvort að það rétt að segja hann að hann sé ekki eins hrifinn af nethlutleysið ekki, þá eftir að koma í ljós, skulum gefa honum tækifæri að marka starfið. Það alveg ljóst að þetta mjög pólitísk umræða. Í Indlandi það þannig að það náttúrulega fjöldi fólks á Indlandi sem ekki hefur ráð á internettengingu og stór fyrirtæki alþjóðleg hafa boðist til að búa til tengingar, náttúrulega gegn því að fá þá að höndla þessa fyrstu snertingu viðskiptavinarins við netið. Og indlesk stjórnvöld hafa farið gegnum mikinn debatt þessa nálgun alla saman. Nú, þannig að hér takast á í raun og veru sjónarmið annars vegar opið og frjálst internet og hins vegar hvernig eigum við að takast á við viðskiptaþróunina sem við stöndum frammi fyrir í dag. Þetta bæði lagaleg umræða og kannski ekki síður siðferðileg umræða. Þannig að þetta regluverk sem ég ætla að kynna hér á eftir, Evrópusambandsins, sem verður leitt vonandi í lög á þessu ári og vonandi á vorþingi, þetta málamiðlun. Þetta málamiðlun á milli neytendasjónarmiða, sjónarmiðum opna og frjálsa internet og sjónarmiða markaðsaðilum það hvernig hægt að þróa þetta internet áfram á þeim forsendum sem í raun og veru horfum á það í dag, því að það verður nú bara að horfast til þess að það nú ekki síst fjarskiptafyrirtækin sem að leggja gríðarlega peninga á í raun og veru áhætt í það að þróa internetið áfram. Nú, þá ég ætla að eyða það sem eftir tímans í þess að tala regluverki sem á leiðinni í landslög hér á Íslandi. Þetta birtist í þessu regulation frá Evrópusambandinu númer
2120 frá 2015. Þetta ekki nema einhverjar 4 greinar. Þetta nær ekki 2 blaðsíðum. Textinn mjög almennur og það skilur eftir heilmikið pláss til að túlka hann. Og það hefur náttúrulega bæði kosti og galla, og kostirnir eru þeir að við erum náttúrulega eiga við umhverfi sem afskaplega dýnamískt og í mikilli þróun. Þessi samtök fjarskiptaeftirlitsstofnunar BEREC gáfu út mjög ítarlegar leiðbeiningar túlkun og samræmdar tæknikur og lágmarksgæði í ágúst síðastliðinn. Þetta örugglega stærsta verkefni sem að Evrópusamtökin hafa unnið að fram til þessa. Það var alveg gríðarleg vinna í þetta. Þetta einhverjar 45 blaðsíður í túlkun, og þeir sem starfa í þessum geira og veita internetþjónustu, ég myndi hvetja ykkur mjög eindregið til að fara á heimasíðuna hjá BEREC til þess að ná ykkur í þessar leiðbeiningar. Við höfum svolítið skoðað þessi mál hér á Íslandi. Við gerum smá forkönnun fyrir ári síðan og aðeins til að kynna hugtakið nethlutlæsi sem hefur kannski ekki fengið mikla umfjöllun á Íslandi, og við könnuðum líka hjá fjarskiptafyrirtækjunum hvort að umferðarstýringar væri í gangi. Svo virðist ekki vera, og það bara hið besta mál. Frumvarpið til innleiðingar á þessari regulation var birt fyrir viku síðan á vef innanríkisráðuneytisins, og hvet alla til að kíkja á það. Og það stefnt að innleiðingu hérna, eins og ég segi, vorið 2017. Það fer náttúrulega eftir því hvernig gengur með umsagnir og svo framvegis. Það ber að nefna það náttúrulega, þetta regulation, og samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið þá ber meira og minna að innleiða það orðrétt í íslenska rétt. Þannig að það kannski ekki mikið pláss fyrir túlkun á að laga bókstafnum sjálfum í lögunum. Hvað fjallar network neutrality Þetta í raun og veru 2 meginreglur. Önnur snýr að notendum og hin snýr að internetþjónustuaðilum. Gagnvart notendum, svona á þess að fara út í þetta flækjustig sem ég hér á gleðinni, þá má segja þetta snýst að geta sótt og sent efni án hindrana með búnaði að eigin vali og óháð staðsetningu. Það örugglega nokkuð margar blaðsíður í BEREC guidelines það að túlka þessa setningu. Þannig að þetta býsna hlaðið. Þessu tengist líka annað að samhliða þessu í raun og veru því slegið föstu að aðgangur að interneti meðal grundvalla mannréttinda þegna á EES-svæðinu. Og það þýðir að til þess að skerða þessi réttindi, til dæmis ef það á að fara að loka fyrir einhverja heimasíður, ekki loka fyrir, tefja aðganga, því það er mjög erfitt að loka heimasíðum eins og vita, þá þarf að fara í gegnum ákveðin prósess, og það þarf að leita til sýslumanns eða dómstól eftir atvikum það að loka þessum heimasíðum. Þannig að þetta eitt af því sem ég held að við þurfum að skoða svolítið betur, sá prósess nægilega skilvirkur og hraðvirkur, því að hér geta verið miklir hagsmunir fyrir almenning sem lendir í því til dæmis að vera að birta hefndaklámið eitthvað slíkt. Það kannski helstu forsendurnar fyrir einhverju skyndilokun á heimasíðum. Þannig að ég held að þetta þurfa að straumlínulaga þetta ferli hugsanlega. Hin meginreglan gagnvart internetþjónustuaðilum, og hún líka nokkuð snúin, en svona með almennum orðum má segja að internetþjónustur verða meðhöndla efni jafnt og þau mega ekki hindra aðgang að efni á netinu. Þessi meginregla kemur hins vegar ekki í veg fyrir það að internetþjónustuaðilar geti gert viðskiptasamninga við sína viðskiptavini, svo fremur sem það gangi ekki gegn þessum meginreglum. Það má jafnvel skylda ákveðin endabúnað, en hann verður bara, ef hann takmarkar aðgang að internetinu með einhverjum hætti, þá verður það bara byggjast á málefnalegum og gagnsæjum sjónarmiðum. Þannig að þessi regla hérna, hún kannski það sem við þurfum að skoða betur, því að á henni eru síðan ýmsar undantekningar, og þessar undantekningar þær snúa aðalega að því sem kallað umferðarstýringar eða netmismunun. En nú ætla ég að tala um undantekningar frá þessari reglu númer 2.
Það að segja umferðarstýringarnar. Nú, hvað umferðarstýring? Þeir sem hafa starfað í rekstri og internetþjónustum í áraraði, þeir vita það að þetta náttúrulega bráðnauðsynlegt fyrirbæri. Nú, umferðarstýring það að einhver internetþjónustuaðili hefur áhrif á pakka eða flæði pakkans, þannig að það getur haft áhrif á þjónustuna eða upplifun notandans. Það heimilt að viðhafa nauðsynlegar umferðarstýringar að uppfylltum þessum skilyrðum sem hér eru nefnd. Þessu gagnsæjar, hóflegar og án mismununar byggja ekki á viðskiptalegum forsendum, heldur tæknilegri nauðsyn. Og hér hafa verið nefnd þessi frægu dæmi, eitthvert fyrirtæki blokkaði alla Skype-umferð. Það ekki heimilt að taka út einhver eina þjónustu. Annað dæmi þegar tiltekinn svona karriér í Bandaríkjunum hægði á allri umferð frá Netflix, þangað til að Netflix ákvað það að fara að borga fyrir góða þjónustu, en svona hegðun myndi væntanlega falla undir brot á þessu hlutleysisregluverki. Það má ekki skima eftir ákveðinni tegund og gögnum, og ef það einhver umferðarstýringar þá mega það ekki vara lengur en þörf á. Nú síðan í íslensku lögunum reglugerðarheimild til nánari útfærslu á mjög mikilvægum þáttum, þar að segja sérþjónustum og viðskiptaskilmálum, og þetta svona lagatæknileg atriði að hafa þetta reglugerð, en það svo sem ekki mikið svigrúm til þess að túlka þennan texta vegna þess að þetta Evrópu regulation. Nú að öðru leyti þá heimilt að stunda þessar umferðarstýringar til að uppfylla ákveðnar lagaskyldur. Eins og ég nefndi áðan, það mjög mikilvægt að geta brugðist við ef þörf á, til dæmis eða dómsúrskurður. Nú, ólöglegt efni til á netinu, eins og barnaklám, það skilgreint sem ólöglegt efni. Nú, það geta verið höfundaréttarbrot og fleira. Nú, í öðru lagi þá má tryggja heildstæða neta, og þar náttúrulega eru netárásir og netöryggi kannski langstærsti og mikilvægasti þátturinn, og hér eigum við náttúrulega eftir að túlka þessar reglur fram og tilbaka, hvað eru réttlætanlegar aðgerðir til þess að hindra netárásir. Við erum með aðgerðir í dag eins og þegar það að verjast DDoS-árásum, þá pökkum einfaldlega hent í stórum stíl, það umferðarstýring, og þær eru heimilar, alveg klárlega. Nú, og síðan það kannski þriðji þátturinn sem hefur náttúrulega verið í internetinu frá upphafi, og það til að hindra congestion eða yfirbókun. En þetta hefur svolítið samspil við neytendaskilmálana. Nú á að skilgreina, kemur því á eftir, í hverju gæði og þar með talið hraði felast. Og ef að einhver fjarskiptaleið, til dæmis baknetstenging, alltaf yfirbókuð, þá það orðið viðvarandi ástand sem hefur áhrif á gæði. Þannig að fjarskiptafélögin geta ekki sagt að þetta svo mikið yfirbókað, þess vegna getum við ekki veitt betri þjónustu, þá voru þau annaðhvort að uppfæra tenginguna eða bara segja við viðskiptavininn, við veitum bara svona góða þjónustu, sem kannski bara allt í lagi, en þeir voru bara að segja það. Nú, sérþjónustur eru hluti af þessu network neutrality umræðu. Hér kannski helsta málamiðlunin sem ég nefndi áðan, milli viðskiptasjónarmiða og þessara sjónarmiða sem leggja til grundvallar internetins frá upphafi. Í sérþjónustu þjónustuveitendum heimilt að bjóða þjónustur með kjörskilyrðum eða optimized service, að því tilskildu að kjörskilyrðin eru nauðsynleg til að geta veitt þjónustuna, og túlki menn þetta. Þetta verður örugglega til framtíðar talsvert umræðuefni milli eftirlitsstofnana og fjarskiptafyrirtækja, hvernig á að nálgast þetta. Nú, af hverju höfum við þörf á einhverjum sérþjónustum? Við skulum ímynda okkur einhver heilbrigðisnet, þar sem þarf að tengja ákveðin búnað, sem bara mikilvægur upp á líf og heilsu, og við viljum geta tryggt það að pakkarnir komist á réttum tíma, óbrenglaðir og öruggir,
inn í þá þjónustu sem á þarf að halda. Og til þess að veita þetta þá segir hérna sá sem veitir þjónustuna, við þurfum að loka netinu þannig að aðrir komist ekki inn í þennan hluta internetsins. Þetta gert með einhvers konar sýndarneti eða slíku. Þetta getur verið mjög málefnalegar ástæður. Nú, síðan erum við með alls konar undantekningar frá sérþjónustum sem að við þurfum að skoða betur í innleiðingunni. Almennt má segja samt að ekki má innleiða sérþjónustur til þess að sniðganga regluverkið. Nú, við erum með fullt af sérþjónustum í gangi í dag, til dæmis Voice over IP og IPTV. Nú, það sem hins vegar væntanlega hafa mest áhrif á neytendur eru þessar svokölluðu gagnsæisráðstafanir eða viðskiptaskilmálar. Þar verður til dæmis að skilgreina hvað felst í hraða, í gæðum. Og það að segja að hraði sé allt að eitthvað eitthvað sem við þurfum að skoða og endurskoða væntanlega. Það verður að tilgreina gagnámsflutningshraða, bæði upphaf og niðurhal, lágmarkshraða, venjulegan, aðgengilegan hraða og hámarkshraða í fastanetstengingum og ræðum það hvernig það er auglýst og síðan í fararnetum varðandi áætlaðan hraða. Áfram með viðskiptaskilmálana, þar þarf að upplýsa neytendur hvaða umferðarstýringar eru í gangi, hvort sérþjónustur er að ræða og síðan þarf að upplýsa neytendur það ef það verið misræmi á milli þeirra gæða sem lofað er og neytendur upplýsir hvaða ráðstafanir eru að gera og ef að brot verður á þá gæti það leitt til einhverra viðurlaga. Nú, ég geri ráð fyrir því að fjarskiptaeftirlitsstofnanir munu mæla gæði með einhverjum hætti þegar það hefur búin að staðla það með hvaða hætti á að gera það. Það er eitt af þeim verkefnum sem BEREC er að vinna, hvernig á að mæla þessi gæði. Nú, zero rating eða gjaldfrjálsar niðurhaldsþjónustur hafa verið talsvert í fjölmiðlaumræðunni. Í stuttu máli þá gengur út á það að internetþjónusturaðili kýs að undanskilja þessar þjónustur frá þessum hámörkum sem er inn í þjónustunni eða verðleggja ekki niðurhalið í samræmi við annan niðurhal á sambærilegri tengingu. Það getur verið 0 krónur, of dýrt eða ódýrt, þannig að það mismunar einfaldlega niðurhalinu. Og þetta getur orðið hvati til þess að viðskiptavinur velji eina þjónustu frekar en aðra og mismuni þannig þjónustum. Og þannig leiðir það til brota á nethlutdeildisreglunum. Þetta er umdeilt og þetta er matskennt og vandmeðfarið og ég vona það að við getum átt bara uppbyggilega umræða það hvernig við umgöngumst þessi zero rating. Nú, það eru eftirlitsúrræði í frumvarpinu. Ég myndi nú kannski segja það að það er mikilvægt að menn skoði vel þessa túlkun frá BEREC það hvernig við að bera okkur að túlka þetta regluverk. Og annað í þessu frumvarpi er að þarna koma inn í fyrsta sinn í fjarskiptalög sektarheimildir. Póst- og fjarskiptastofnun hefur í fjarskiptalögum engar sektarheimildir í dag fyrir utan dagsektir. Þetta er sekt fyrir brot og það á sjálfsagt eftir að verða talsvert umræða það. Nú að lokum, hverjar verða afleiðingar af nethlutleysi? Það er alveg ljóst að þetta mun hafa verulega áhrif á þróun á vöruframboði á fjarskiptanetum. Ég myndi segja að það veri sérstaklega líklegt þar sem er fákeppnismarkaðir vegna þess að þar hafa markaðsaðilar þá rýmri tækifæri til þess að móta vöruframboðið ef ekki væri fyrir nethlutleysisins regluverkið. Þetta klárlega eykur neytendavernd og gagnsæi, ég held að það sé engin vafi á því. Við þurfum, eins og ég sagði áðan, að skilgreina hvað telst löglegt efni og ekki og búa til einfalda ferla til þess að fólk geti gætt réttar síns hvað það varðar. Nú að lokum, það má kannski segja það að mikið í fjarskiptaregluverkinu er ex ante, það horfir til framtíðar. Þetta er regluverk sem er sett til að móta markaðinn til framtíðar. Og
það á eftir að koma í ljós hvernig þetta jafnvægi á milli neytendaverndar og þeirra, glötuðu tækifæra sem markaðsaðilar hafa, fjarskiptaaðilar hafa, hvernig það muni þróast í þessari stóru mynd. Takk fyrir. Takk fyrir, Hrafnkell. Ég veit að allir eru spenntir að spyrja hann, þannig ég passa að við myndum alveg að hafa 5 mínútur í spurningar. Þetta er áhugavert topic fyrir okkur öll. Það vill lengi vera fyrstur. Kjartan, ætlar þú vera fyrstur eða? Já. Já, Farice er skráð fjarskiptafyrirtæki. Ég get ekki skilið hvers vegna þeir ættu ekki að gera það. Fleiri spurningar? Þessar reglur fjarskiptanet sem eru ekki að veita aðgang að internetinu, sem eru bara að sinna einhverju afmörkuðu hlutverki. Já, í túlkun Berek á þessu reglum eru margar blaðsíður til að svara þessari spurningu. Stuttasvarið þetta gildir almenn fjarskiptanet eins og þau eru skilgreind í fjarskiptalögum. Til dæmis RHÍ-netið, ég held að það myndi til dæmis ekki falla undir þetta. Eða net Landsbankans út allt land eða reikningsstofan bankana. Það er ekki almennt fjarskiptanet. Þetta er hugsað fyrir almenn fjarskiptanet. Fleiri spurningar? Ekkert sérþjónustur. Ég þakka þá bara fyrir og vona að við eigum góðan dag hér í dag. Takk fyrir.